Hárrétt, það komið að F9 blöð, það vantaði nú reyndar stefið okkar í þáttinn, það verður að hafa það. Það 50 og það þýðir að Hjörvar Hafliðason mættur í stúdíói. Vertu velkomin, Galli. Þú verður með mér alla 50. Já. Þú veist það margir sem að vilja meina að 50 sé nýi föstudagurinn. Það þannig, þetta svokölluð Thursday eða whatever. Já, Thursday. Við leikum okkur með það að við bara í allan vetur við líka fara að gefa á eldúrspartí, við erum að fara að gefa flöskuborð og fleira. Við ætlum að leika okkur svolítið með Thursday við Hjörvar. Það enda margir búin að spyrja mig hvort að þetta verði íþróttatengt í okkur. Nei, bara alls ekki. Nei, hérna mættu bara nýr Hjörvar sem að kalla sig FM Hjöppi. Nei, ég kalla hann bara Hjöppa K hérna Hjöppa K, já. Og hérna erum við ekki að fara að ræða íþróttir, heldur, bara allt milli himins og jarðar. Já, algjörlega. Og það stórskemmtileg þáttur í okkur Hjöppa í dag. Við ringjum í höfundin á bókinni Bang Iceland. Já, nákvæmlega. Sá gæi búin að vera svolítið dónalegur og við vildum aðeins láta hann heyra. Já, það eitthvað svora piltur sem að gaf út bókum hvað var létt að fá sér á brottin hérna á Íslandi. Já, ég meina, þú veist, so what eða þannig, Ég myndaði ef allir körfuboltamenn sem hann kom hingað til landsins myndu gefa út bók, þá var ekki þverfóta fyrir þessu mála menningu. Þannig að það kjánulegt að gefa út eitthvað svona bók með einhverju monti. Já, ég alveg samlað því að bara monta sá að fengja á brottin mjög steikt að gefa það út í bók. Við ringjum í hann á eftir, svo erum við með Ungfrú Ísland, hún að koma þetta. Hún nýkomin til landsins, hún voru til London að keppa í Ungfrú heim. Okay. Og hún ætlar að mæta hérna og ræða hvernig gekk og hvernig þessi keppni fór fram og við hendum á einhverju hraðaspurningum og ég var líka bara til að kynnast henni aðeins. Já, ekki. Já, sem sagt ekki, núna hún ekki sjónvarpið, en við fáum ekki að sjá fegurðina, sem sagt hlustendur okkar. Fá að vita hvernig manneskjón Já, það svolítið skrítið líka að hérna í gamla daga vissi maður yfirleitt hver Ungfrú Ísland var og vissi svolítið mikið hana, en í dag þetta einhvern veginn svona, ég veit allan ekki, engur næ, Nei, en það ætlum við að kynnast henni. Segðu. Já, og svo erum við með fleira Umferðarhjöppi, liður sem liður alltaf hjá okkur á 50. Já, hann fer út á appið og fer yfir stöðuna hvernig gengur að koma sér heim. Já, og ætlar að hjálpa fólki hans. Algjörlega. Það aðstöðu í umferðinni og svo erum við líka með ÁTVR-hjöppi. Ég ætla svona aðeins að sjá hvað fólk að vesla inn fyrir helgina. Já. Hvað, það að fara í sterkt? Það að fara í þetta létta? Eða það að blanda þessu saman kannski? Já, þannig að þú ætlar að skella þér í einhverja góða vínbúð hérna eftir. Já, aðeins að sjá hvað gerast. Já, ég fíla það. Þannig að það spikfeitur þáttur í okkur strákanum framundan. Það séð og heyrt tóttin líka eins og alltaf á 50. Þá ætlum við að fara sem sagt Hjörvar núna að gugga í séð og heyrt og ætlar að velja sína glugga, glugga, þetta FN kallið minn. Og hann ætlar að finna sína uppáhaldsgrein. Hérna, Hjörvar, þú varst eitthvað væli yfir að Egill væri búinn að stela af þér Pitbull. Já, það stelur enginn af mig Pitbull. Ég náttúrulega hinn upprunalegi Pitbull-aðdöfandi á Íslandi. Ég stofnaði klúbbinn á sínum tíma. Það eru menni á þessu landi sem kallar mig bara Mr. Worldwide. Hvernig hægt að monta sig á því útvarpinu að þú hafi stofnað Pitbull-klúbb Íslands? Menna, ég hef bara alltaf tíð verið grjótarður Pitbull-maður og hérna... Veistu hvað hann gamall? Já, hann 30, hann fæddur 81. Já. Þess vegna, það fullt af fólki sem kallar mig Mr. Worldwide. Sem kallar þig? Og varaformaðurinn kallaði Mr. 305. Hver varaformaður? Þetta Jóhann Berg. Já, þú kallaði Mr. Worldwide? Já, ég kallaði fullt af fólki sem kallaði mig það. Ég hef aldrei heyrt neitt kallaði það. Jú, strákarnir í klúbbnum. Strákarnir í klúbbnum, allir tveir. En svo ég náttúrulega líka, og svo ég líka hann grjótarður í hönnumæður. Já, og þess vegna ætla ég að því að Egill alltaf vælandi hérna í mér Pitbull og það föstudagur á morgun. Ég get ekki spila Pitbull 2 daga í röð. Þannig að hérna þú ætlar að leika svolítið með Ríhönnu. Já, það í raun og veru heitast tónlistarmaður heims í dag og ég gef alveg handlegg fyrir að fara á þennan láttúr hennar. Það víst vera besta sjó bara sem við verið í gangi í mörg ár. Já, 31 árs gamall faðir sem að vill kíkja á Ríhönnu tónleika og gefi handlegg fyrir það. Nei, það bara eitthvað við þetta. Hún verðistur halveg með þetta og ég meina, ég sá til hann listan yfir lögin sem hún að spila á tónleikunum sínum og þetta allt massífir hittar. Já, hún má eiga það. Þetta svona heitasti tónlistamann í dag. Það ekki hægt að taka það. Það að gefa stelpunni það. Já. Hvaða lag viltu byrja þetta á, Hjörvar? Ég ekki að byrja á Only Girl in the World, eða? Fíla það. Only Girl in the World með Ríhönnu hérna hjá FM 95 Blöð. Hjörvar Hafliðason með mér, eða Hjöppi K eins og hann kallaði sig á 50 dögum og það komið að Hjöppa að fara í lið sem við köllum Hressa innkoman. Okay. Pétur Jóhann Sigfússon fór á kostumynd í gær. Þetta sem sagt mínúta. Það þægilegt að koma eftir Pétur Jóhanni. Já, það smá pressa. Hann náttúrulega líka gamall FM útvarpsmaður, Þetta sem sagt þannig að þú fær 1 mínútu og átt að vera eins hress og getur. Það segir eitt, ég var eins og á útastöðu sem hétt Kiss FM og X-inu og þetta að vera hress gríðarlega erfitt. Og þú veist, málið það sem að menn átta sig ekki á að þessi gæjar sem eru í útvarpinu í þessum uppbýtt stöðum, þeir ofta að fá sama skít og aðri fá leiðileg SMS, einhver hundleiðileg lána þetta og konana röfla og eitthvað svona og svo bara kannski gerist það 20 sekundum áður en þeir að fara í innkomu þá þurfa það bara að vera, já,
Veist hvað við? Fellow-pöss, ég veit það. Þannig að þetta ekkit... Þetta virðingavert, sko, hjá þessum mönnum, en treystur þér í þetta? Ég treysti mér alltaf í eitthvað, sko, að vera hress ekki alveg, sko, mín sterkasta hlið, en ég get alveg reynt að vera hress. Ok, sem sagt, núna áttu líka að þú ætti að velja lag sem ég kem inn í úr hressu innkominni. Á hverju viltu enda? Þú segir, við skulum fá áttu. Bara aftur ykkur með Ríhönnu. Ok, það verður vinsælt, má sjá. Hvað Óskarlag? Rude Boy. Rude Boy, ok, þá setja ég hérna. Herðu, þá ég með klukkuna tilbúna. Þetta sem sagt, eins og ég segi, þetta mínúta og þegar ég lyfti upp önd, þá máttu byrja að kynna í lagi. Og ég var að hress í heila mínútu? Já, þetta mjög erfitt, ég var að segja það. Ég fekk hausverk eftir ég tók mína, sko. Ok, ertu klár? Já. 1, 2 og byrja! Hjöppi K hérna á þessum líka drullu netta 50 degi, takk fyrir það, það blautt úti og vitið hvað, ég bara alveg að fíla það. Nú, við förum að detta inn í 50 dags geðveikina, Glaumbarópin til klukkan 2 austur og ég veit ekki hvað og hvað. Nú, strákarnir á móti sól ætla að kíkja hérna á eftir og hver veit nema að Ungfrú Ísland gerir það sömuleiðis en það er komið að þokkadísinni frá Barbados. Við erum að sjá svo að tala Rihanna og hún 30 sekundur eftir, sko. 30 sekundur eftir? Já. Og, maður lífandi hvað hún alveg að gera hrikalega gott þessa dagana. Var í smá tónleikaferðalagi og vitið, hún dópaði aðeins yfir sig, gat ekki spilað í Stokkólmi sem var leiðilegt fyrir hana, en það verður bara að hafa það og það er líka þessi netti, flotti 50 dagur og það er allt í lagi að fá sér aðeins í glasa á 50 dögum og drekka aðeins og koma sér inn í þessa hörku fínu helgi sem við erum að fara í ganga en ég veit ekki með ykkur ég detti í 50 dagsgýrin þegar ég heyri þetta lag þetta er að sjálfsögðu fröken Rihanna og frá Barbados Rude Boy. Já, þetta er síðasta Rihanna-lagið svona í bílið þegar Hjörvar, við verðum að spila eitthvað annað hérna líka. Algjörlega. Herri, ég var að fá ábendingu það sko að þú varst mjög svona jákvæður meira en hress. Já, ég veit að ég kann ekki það hress, ég ekkert að hlæja neitt rosalega mikið sko, þú heyrir mig ekki oftar að hlæjandi. Nei, það er þetta rétt hjá þér, en þú gerði þetta fagmannlega samt sko, ég gerði það. Varstu ekki sáttur við þetta? Jó, nei, ég hefði viljað gera þetta betur sko, en ég meina, ég er að byrja. Já, þetta er fyrsti þátturinn. En hressainkoman búinn og já, það styttist í að Ungfrú Ísland mæti hérna til okkar í stúdíóðu. Við ætlum að kynnast henni aðeins betur. Svo erum við með ÁTVR-hjöppa og umferðarhjöppa á eftir. Þannig að það er nóg framöndan. Við hérna ætlum eins að ræða núna. Það er búið að vera að fjalla svolítið mikið Dirty Night á Players. Það er einu sem fjallaðir Já, af því að hérna feministar eru brjálaðir og það er náttúrulega sko ég veit ekki, hvað finnst þér þetta? Ég veit ekki alveg sko, þú veist þú ferð aldrei í slag við þessi stelpur sko, þær eru helvíti öflugar sko. Já, þær eru með góðan hópa baku sig sko. Já, þær eru líka sko, þær eru svo góðar í að rífast, þær eru búin að rífast alla ævi, þannig að þú fokkar ekkert í þeim sko. Nei. Þær pakkaði samanlega og þú segir eitthvað sko, þannig að ég skil alveg að þessi strákar sem eru að halda þetta partí, þeir séu vandræðum sko. Já, en það er samt sko, nú þekki eigendur Players ágætlega, Mikka og Gylfa og topp strákar og hérna, og stórkostlu staður, hérna horfum við alla United leiki og svona, þannig ég hef ekkert út á Players að setja, það er eðalstaður, en ég verða að viðurkenna, ég er með Óli Geir núna á hérna Facebookinu, DJ Óli Geir nýtt og DJ Óli Geir nýtt? Já, hann er komið nýtt sko og ég var að hérna skoða síðuna sem gerð þar sem hann sagði að það væri 10.000 manns búin að skoða nýjasta vídeóið frá Dirty Night á Akranesi þannig ég ákvað svona, ok, 2,5 mínúta, ég ætla að kíkja hans á þetta og ég án þess að íkja Hjörvar þetta var svona eins og að væri partí á sambýli og einhver búinn að lauma áfengi í bolluna ég sverða, þetta var svona ég ætla að sleikja brjóstum með hann í salti og eitthvað, ég er bara svona, hvað er að gerast þarna? Þannig að þetta er sko ég veit það ekki, þetta er náttúrulega fyrir yngra fólk en okkur, við erum ekki beint að fara á Dirty Night ég hef þetta einu sinni mætt á Dirty Night þá þurfum við að stekja Jó Áspjörs, ég get ekki neitað því Nei, hérna, það er allt vitlaust út af þessu hérna, ég held nú sé eitt sko að er þetta lið ekki bara að skemmta sér? Er eitthvað að vera að skemma eitthvað eða eyðileggja eitthvað eða eitthvað slíkt? En nú er sko löggan komin í þetta og Kópavogsbær og... Já, það er allt vitlaust út af þessu. Hvað, er engin mikilvægari mál en Dirty Night hjá Óla Geir? Er það bara... Þetta er bara ekki að vikla... Er það hjá lögreglunni? Það verður að gera eitthvað eins og Dirty Night sko. Þetta gengur ekki sko. Það verður að drekka eitthvað skotur og nöflunum á einhverjum stelpum og naflanum á stelpum og...
Það er bara alltaf þannig, ef að feministarnir komast að róla, þá veist verða... Þær eru náttúrulega ótrúlega sigari að koma sér í blöðin, sko. Já, og náttúrulega átt á því að þær eru allar í, sko, mannfræði eða kynjafræði, einhver svona háskólanómi sem skiptir einhver máli, sko. Ég get aldrei rifist úr svona manni, sko. Ég er að segja það, þannig að þú veist, þær eru bara á Google allan daginn, sko, og hafa nægan tíma til að rífa, sko. Já, það er jarðað þig. Það er jarðað þig, sko. En það ætlum við ekkert að fara að setja út á þær hér. Nei, þetta eru fagmenn, sko. Þannig að meira svo, sko, Frost og Máni, þeir tipla á tónum, þannig að Harmageddon pappakassarnir, sko. Já, þeir eru mest að ræddi. Meira þess að þeir eru skítarættir, sko. Ok. Þannig að ég skil bara ekki hvað allir að æsa sig yfir þessi ólíkir eru búin að tekast til að æsa fólk alveg alla tíð. Já, en ég þekki hann ekki raskat, hann er búið að hirða, hann var ekkert valinn herra Ísland. Já. Herri bæði og ákveður í anskotunum ekki herra Ísland lengur. Ég ætla að hafa bara ekki vantað þáttöku. Getur það ekki spilað svo inni? Eru menna þú sem fyrsti sem tekur eftir þetta sé hægt? Já, það geti verið, en ég man alltaf eftir því að þetta var eins og í beinn á Skjá 1, sko. Herra Ísland. Það er eitthvað rangt við þá keppni. Ég fór, Egill vinnur okkar, sameiginlega vinnur okkar, hann dróð mig daginn á þetta Expo-dæmið þarna í höllinni. Það var alveg gaman þegar stelpuna voru að labba þarna og svona, en það er eitthvað skrítið við að sjá bara drengi upp á sviði á nærbuxum og veist að nikla vöðana. Mér er búin að leiða á skrítið bara. Já, ég veit það nú ekki, sko. Ég held að það sé nú alltaf að keppi vaxtarrætt og svona, en kannski, ég held að það sé alltaf að halda herra Ísland, sko. Já. Ég meina, þú veist, þú ættir ekki breyk, en þú veist. Af því ég er sköllóttur, eða? Nei, bara út úr nú gamall. Það er ekki að velja ykkur gamlingi sem herra Ísland, sko. Ég er á topp aldrei, 31. 31, já, það er ekki hópur í þetta. En ég meina, gæinn, hann var hirtur á honum titillin og nú ætlaði að hirða á honum Dirty Night, sko. Hvað var þessi gæinn að gera? Hvað er með eineltið og ólagir? Ég meina, þetta er óþolandi. Alltaf eru böggar. En ég vil óska öllum góðra skemmtuna sem að fara á Dirty Night og Players á, þetta ekki á föstudaginn? Föstudag, lögðardag. Já, þið skemmtið ykkur vel. Það styttist í Ungfrú Ísland, hún var að senda þetta SMS, við þurfum að fara að opna fyrir henni og svona, en býtu, hvað er ég að fara í hérna? Bara einhver auglýsingarsvæli eða? Það er það, ok. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Allt það helsta úr heimi íþróttana á hverjum virkum degi milli 9 og 10. Sportið með Valtý Birni. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. FM 957 og Skemmtigarðurinn bjóða þér að finna Skemmtigarðinn Smáralind á Facebook, gera like á síðuna og skilja eftir símanúmer. Nokkrir heppnir aðilar verða síðan dregnir út og fá að fara í Skemmtigarðinn Smáralind 5. 10. nóvember og vera fyrst vina sinna til að prófa. Sjövítar bíóið er það fyrsta sinna tegundar á Íslandi og Sleggjan gefur þér glænýtt sjónarhorn á Smáralindina, sjónarhorn sem að gleymist seint. FM 957 og Skemmtigarðurinn Smáralind. Bertóni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Nýr Yaris er bíll framtíðarinnar. Hann er búinn Toyota Touch-kerfinu sem inniheldur bakkmyndavél, snertiskjá og framtíðarvænt fjarskiptakerfi sem veitir þér meðal annars aðgang að tónlistinniðinni, upplýsingar úr aksturstölvu og notkunar möguleika með farsímanniðinum. Frábær hönnun Yaris og véltækni Toyota skila fram úr skarandi eldsneytisnýtingu eða frá 3,9 lítrum á 100. 7 loftpúðar auka síðan enn frekar á öryggi ökumanns og farþega. Komdu og reynsluaktu nýjum Yaris hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi og upplifðu bifreið hannaða með framtíðina í huga. Toyota. Föstudagsfjör á skautasvellinu Egilshöll á föstudaginn frá 18 til 22. DJ Hannarún og Kristmundur Axel. Aðgangseyri 700 krónur og skautar innifaldir. Skautasvellið Egilshöll. Barnaamalið á heima hjá okkur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Besta steikasalatið í bænum. Og kóríandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. Lifandi tónlist á Gauk á Stöng. Föstudagur, Sigur með rafmagnaða tónleika. Laugadagur, Gísli Pálmi með svakalega rappstund. gaukurástöng.is. Reebok Fitness líkamsræktarstöð opnar í Holtagörðum á morgun. Opið hús með 100 hjóla spinningtíma, ráðgjöf engaþjálfara, DJ tækjasal og alls konar uppákomum. Reebok Fitness, Holtagörðum. Vorum að taka upp nýju glosslínuna í
Six. Veski, töskur, hanskar og skart. Æðislegi fylgihlutir á flottu verði. Six Kringlunni og Six Smáralind. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Nei, herður, nú kom eitthvað svona hljóð hérna, Heiðar, hún mætt til okkar, hún Sigrún Eva, ungfrú Ísland og það svona verið að stilla þetta hérna, vertu velkomin. Takk. Heyrist í henni eða? Já, þú gerir. Jú, nú ég henni. Herru, já, hún semst mætt til okkar nýkomið frá London, eða ekki? Jú, kom bara á þriðjudaginn. Þar varstu að keppa í fegurð. Já. Já, hvernig var? Það var bara ótrúlega gaman, ekkert smá mikið lífsreynsla og... En sko, þær hafa verið að fara til Afríku og eitthvað svona, þú ertu bara að taka EasyJet til London? Já, þetta sem sagt sko 60. afmæli hjá þeim, 60 ár síðan þetta var haldið í London, þannig að þeir held þetta núna í London. Sko, þegar maður keppir svona keppni, og hérna þekki ég þetta vel sjálfur, hugsaðu aldrei sko, þú veist, er eitthvað hægt að keppi þessu? Sko, sem sagt, áður en ég fór í þetta, þá hafði ég svona, fannst þetta ekkert eitthvað spes, en hérna, þetta er ekkert eitthvað bara fegurð, þetta er náttúrulega, ferði ég eitthvað viðtal við dómarana, og þeir eru eiginlega ekkert að dæma þig út á fegurðina, þeir eru frekar meira svona að dæma hvernig manneskja þú ert og... Þannig að besta manneskja vinnur? Já, í rauninni. Og hún vann þetta, hún Ivian Sarkoz, sem 21 ára stúlka frá Venezuela og hún víst munaðalaus. Já, það stóð einhvers staðar. Jú. Já, það ekki? Jú. Já, væntanlega ekki lengur, það hlýtur nú einhver ekki að hýst hana. Hérna, var þetta skemmtilegt stelpa, hún Ivian Sarkoz, ungfrú heimur? Ég bara náði því miður ekkert að kynnast henni, hún talaði bara spænsku. Talaði ekki ensku. En í breska blaðinu Daily Mail segir að þú hafði sagt að hún var feit og leiðinleg. Nei. Hvað er til í því? Jú, nei, alls ekki. Við erum með Daily Mail hérna framan okkur, ekki ljúga þeir. Alls ekki, ég var alls ekkert að segja það. Þeir eru bara bulli. En kynntistu einhverjum skemmtilegu stelpum að það? Jú, alveg fullt bara. Ég ætla að kíkja mitt til Indlands bara á næsta ári. Já. Þannig að... Það var eins og þú, Jöppi, þú kynntist fullt af strákum þegar þú vannst þetta. Jó, ég fór líka til Indlands líka. Já, þú þekkir strák þar. Þekkir strák þar. Já. En hvað hérna, nú komstu ekki í topp 15, eða hvernig skiptist þetta? Nei, ég komst ekki. Það var sem sagt fyrst topp 30. Já. Og svo, var þetta topp 15 og svo topp 7. Já. Og síðan topp 3. En eins og þegar það er búið tilkynna, færðu þá bara að fara heim eða fylgjast allir í keppninni? Nei, þú sem sagt þarft að koma aftur á svið í endan og syngja lagið One World, One Dream. Dreftum ekki. One World, One Dream. Hvernig er það? Getur þú sungið það fyrir okkur? Ég er ekki góð syngur, ég vil langar helst ekki að syngja. Geða okkur svona smá línulæginu? Ég ætla ekki að syngja, ég ætla bara að segja það. Þetta er One World, One Dream. Let us celebrate the powers of our heroes. One world, one dream. Let us celebrate... Já, ég heyrti þetta lag. Já. Og þannig að þú söngst þetta með öllu stelpunum? Já. Okay. Heldumst þannig í hendur og sungum þetta saman. Hvernig eru viðbröðin þegar að verið að lesa upp fyrstu 15 varstu bara, fuck, tjú, smellur? Nei, alls ekki. Sko, Herbergisfélagi minn var sérst í topp 15 og það er ótrúlega gaman þegar maður svona þekkir eitthvað. Já, hvaðan? Ert þú þannig? Finnst þér gaman einhver sem að þú þekkir gengur vel? Ertu ekki vonast til að hún gangi illa? Nei, alls ekki. Ég segi okkur satt. Ándjóks, ég er ekki... Þú vildir ekki að hún færi áfram. Ef ég færi auðvitað svona keppni og hann færi áfram en ekki ég myndi brjálast. Sem væri með svo mjög líklegt. En hvað hvaðan er hún? Hún er frá Englandi. Hún er frá Englandi, já, ok, það er bara klíkuskapur og vitleysa. Hún sko, nei, hún er mjög góð manneskja og mjög bara fín og sætt og alltaf og En hún dópar? Nei. Ég las það. Alls ekki. Nú, ok, sorry, það var einhver. Já, það var X-faktorgurinn, ok. Þannig að þetta var toppstelpa? Já, hún var það. Já. Og það er svona sko, þú veist eiginlega hverjir eru svona í topp 15 af því að það er fyrst svona keppnis fyrir, svona eins og Beach Beauty og Beauty with a Purpose og Beauty with a Purpose, það er enda ránt hérna á keppni. Já, og Top Model. Já. Og þú veist, þú fær stig fyrir að komast í finals í því og ef þú vinnur, náttúrulega færðu fullt af stigum fyrir það. Ok, en hvernig er það? Nú maður heyrt svona sögur að það séu svona gamlir graði kallar í dómnefnd og að reyna að fá stelpunna svona hei, langar því í topp 15? Nei. Varstu varð við það? Nei, var verið að bjóða þér upp á herbyggi? Nei. Jú, þú varst eitthvað varð við það, segðu okkur frá því. Nei, þetta var Linda Pétursdóttir sem var sem sagt ungfrú heimur og þetta voru bara svona gamlar ungfrú heimur konur, eiginlega. Sem að lendi í þessu? Sem voru dómarnir, já. Já, ok, ég ætla að segja það. En þú lítur að vera eitthvað svo
minnst athyglisjúkasti ungfrú Ísland allra tíma. Maður verður aldrei varfið í séð og heyrt eða blöðu eins og kannski að æla út einhvern bar eða lemja einhvern eða eitthvað sko. Á maður að vera þannig? Okkur ertu ekki að tróða þér eins og til dæmis Ásgeir Kolbeins var að pimpa upp austurinn daginn. Okkur tróðst þér ekki þangað, þú getur fengið góða myndaðir. Þú veist, þú mætir aldrei inn einn opnunarpartíða sem hún getur kannski, lamið einhvern eða hraunað yfir einhvern eða eitthvað. Ég myndi aldrei lemja, þetta er ekki svoleiðis manneskja. Ertu bara lítill sætur lúði á Akranesi? Já, eiginlega. Hvað ertu að gera þar? Bara í skóla og já. Já, bara í fjölbrautu þegar ekki? Jú. En þið, þú veist, þetta ekki orðið svona semilíki einhver hæfileikakeppni? Voruð þið látin gera eitthvað svona eitthvað? Jú, ég mitt tók þátt í hæfileikakeppni. Hvað gerði það? Ég söng og spilaði á píanó. Ok. Og komst í semifinals. Þannig að þú spila líka á píanó eins og ég? Já. Ok, það er doldið skemmtilegt. Já, þú spilaði einmitt á píanó í laginu okkar. Já. En herri, ég var að spája ekki hendin einu lagi og svo langar með hendin í hraðaspurningar. Kynnast þín aðeins betur þar. Það er svona gamalt og gott koncept frá okkur Sveppa. Við skulum fá eitt lag og svo fáum við hraðaspurningar á Ungfrú Ísland. Þetta er típisku 50 dagur í FM 95 blöð. Hann er með að Hjörpa K á öðru kantinum og Ungfrú Ísland á hinum. Svona átt að vera alla 50 dagar bara, en það er komið að hraðaspurningu. Hjörpi, þú varst með eitthvað spurningu fyrst ekki? Algjörlega, ég er að lesa hérna hana Sigrúnu hérna á Miss World síðunni. Ja. Du hast auf dem Scheit sagt, du können Deutsch sprechen. Ja. Wirklich? Lille. Þannig áttu svara að vera klæni, þannig að þú lígur bara hérna á síðunni. Sko, ég kann ekkert að tala alveg tísku, það er mikið. Hast du oft das Krankhaus gefahren? Kann. Krankhaus? Krankhaus. Er það ekki sjúkrahús? Jú. Já, sko, það ljúa líka allir svona, eins og allir leikarar. Ef ég var að gefa út eitthvað CV eða eitthvað reyna að fá hlutverk, þá myndi ljúa því ég kynna að dansa og syngja. Ríða hest og eitthvað, skilur. Þetta er bara svona, þú veist. En ég er bara svona honest náungi, sko. Já, ég veit það. Það er það sem að fólk fíla við þig, Hjörvar. Þá er komið að hraðaspurningum og þetta er bara eins og í gamla daga. Þú ert að hreinsa bara alveg hugann. Svona er oft skemmtilegast að kynnast fólki, sko. Og þú ert bara að segja að fyrsta sem þið dettur í hug. Það er ekki hægt að svara rétt og ekki hægt að svara vitlaust. Ertu klár? Já. Þá byrjum við. Besta bíómynd allra tíma? Avatar. Uppáhalds tónlistarmaður? Lady Gaga. Í hverju sefuru? Náttfötum. Á Ungfrú Ísland kærasta? Nei. Af hverju? Hvor er heitari, Frikki, Dóri eða Gils? Hvað kom upp í hugan? Gils. Hvað kveikir í þér? Hvað kveikir í mér? Hvað kom upp í hugan? Góðmennska. Góðmennska. Besta liðið í ensku? Arsenal. Mundur þú sitja fyrir nakinni á Playboy fyrir 120 milljónir? Nei. Hvor er sætari, Bubbi eða Björgun Halldórs? Bubbi. Er mikið reynt við á djaminu? Já. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvað dýri er fyrir valinu? Engu. En ef þú yrðir? Engu. Ok, þá deyr fjölskyldan. Nei, ok, hættu þessu. Draumadjobbið? Að vera læknir. Uppáhalds útvarpsþáttur? FM 957. Blöð. FM 957 Blöð. Hárið, þetta er gott svar. Af hverju fer Ívian Sarkós ungur og heimur svona hrikalega í taugarnar á þér? Af því þið fara ekki í taugarnar. Af því hún fer ekki í taugarnar, ok. Þá er þetta komið. Þú myndir ekki sofa hjá neinu dýri þó að væri byssa? Nei, aldrei. Ok. Hjöppi, hvað er þið fyrir valinu á þér? Já, ég veit það ekki. Ætlaði að vera ekki köttur. Já, svona, jú, ég held að. Jú, köttur. Köttur, fínt svar. Herðu, ok, þú ert Arsenal, fylgjustu mikið með fótbolta? Ekki mikið, en bara bróður minn og papp minn eru Arsenal svona aðdáðundur. Já. Og þegar eru svona stóri leikir, þá horfi ég á. En þú þolir samt ekki Wenger? Wenger? Já. En þú veist ekki eins og hver það er, áfram. Ok. Góðmennska kveikir í þér? Já. Já, það er kannski ástæðan fyrir að þið Hjöppin á svona vel saman. Já, ótrúlega góður strákur. Góðmennska. Hvernig er góðmennska? Bara góðmennska. Ef einhver kemur bara upp að þér á djaminu og segir, hvað þið fættir í peysu, ertu þá bara... Nei. Bara svona næskær, eða þú veist. Þannig að þú veist, ef ég held tombólu kannski helgina til styrtar Rauðakrossins og fer með og byrti mynda mér, ættu menn þá séns? Já. Þannig góðmennska. En þeir segja nice boys finish last, það er greinlega ekki þannig hjá henni Sigrúnu. Hún er ekki fyrir bad boys. Herðu, þú vilt freka fara á stefnumót með Bubba heldur Björguni Halldórs? Já. Já, og Gils er heitari en Frikki Dór? Já. Hvernig ákverju? Ég vil vera ánægð með það. Ákverju það? Bara af því að hann er ljósarður. En... Ég vil ekki dökkar að gera.
Ok, ég þarf ekki að hafa að gera hvoru þar. Svo var það hérna... Já, þú ert á lausu, segirðu? Já. Það nú gaman fyrir strákana að úti sem að hlusta. Skagamær, þannig að strákana nú um að gera bara að byggja upp góðmælsprísir. Það er bara hringið í 511-0957, það er bara allir sem vilja hringja. Megum við setja það á blind date í beinni? Nei, takk. En þú varst að byggja okkur um að lægja. Ég var ekkert að byggja okkur Varstu það? Nei, alls ekki. Einhver heppin FM-plustandi fengi. Sigrún Eva að verða eitthvað feimin, hún var að spyrja okkur hvort það var ekki gaman að gefa einhverjum heppnum hlustanda að blind date með sér. Nei, alls ekki, ég var ekki að spyrja. En hún verðist vera hætt við það. En þú veist, svona partybæi eins og Akraness, er það rétt? Er bara partí frá mótnar og fram á kvöld þannig á Skaganum? Ekki svo ég taka eftir, en... Þetta er nefnilega þannig, Akraness, Selfoss og Keflavík, þetta eru allt svona hressir staðir. Já. Ef þú ættir að búa á Akraness, Keflavík eða Selfoss, hvar myndir þú búa? Ég myndi sennilega taka Keflavík. Nei, Akraness. Rólegri bær. Ég á ekki bílinn í hitt. Ég var í Glerári í Keflavík held ég. Já, þú væri flottur þar í körfuboltamennum. Men herðu, það er búið að vera sannur heiður að fá þig og bara takk æðislega fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig bara. Það styttist í umferðarhjöppa, ÁTV-hjöppa og svo ætlum við að ringja í Sóða Pésan sem skrifaði bókina. Fíbli sem skrifaði Bang Iceland. Já, það er einhver viðbjóðsgaur og við ætlum að ringja hann. Þannig að það er nóg framundan. Það er eins og að komið að óskalagi sem er, já, flott lag, heitir Go með Delilah. Skór.is, netverslun og FM 957 ætla að bjóða þér að skóaðu upp fyrir veturinn. Við ætlum ekki að gefa þér eitt skópar. Nei, við ætlum að gefa þér skópar fyrir hvern dag vikunar. Farðu inn á Facebook síðu FM 957, fyndu skór.is leikinn og skráðu þig með netfangi og símanúmeri. Tveir heppni hlustendur verða síðan dregnir út og fá skópar fyrir alla daga vikunar. Sem sagt, 7 skópur, dregið út 11. og 18. nóvember í þætti Heiðars Austmanns. FM 957 og skór.is netverslun. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnarstræti og Bæjarlind Kópavogi. Ég myndi segja að netspjalli á Vodafone væri mesta samskiptabilding síðan að vitinu var fundin upp. Nýttuðu 1414 netspjallið hvar og hvenar sem er. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Það var rosalegu munur. Fyrir sjómenn. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Eldsmiðjan. Bertoni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Túborg kynnir. Það er kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Saktmóður leikur fyrir dansi og drykki og það er að sjálfsögðu DJ í búrinu. Bjór á 450, skot á 450, það er að sjálfsögðu frítt inn. Túborg og Bar 11 fyrir fólki í landinu. Það er opið til miðnættis í Smáralind í kvöld. Dúndur tilboð og frábær stemning. Hafðu það notalegt og byrjaðu jólaundirbúningin. Sjáumst, Smáralind. Föstudagur fylgir Fréttablaðinu á föstudögum. Bryndís Ólafsdóttir er sterkasta kona Íslands. Hún er margfaldur meistari og er þetta í 5. sinn sem hún hampar titlinum. Lesið föstudag, fylgiritt Fréttablaðsins á morgun. Vorum að taka upp nýju glosslínuna í Six. Veski, töskur, hanskar og skart. Æðislegi fylgihlutir á flottu verði. Six Kringlunni og Six Smáralind. FM 95 Blöð er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. Þetta var óskalag fyrir ungur Ísland. Hún er að keyra upp á Skaga aftur og vildi heyra lagið Somebody That I Used To Know með Goite. Skemmtilegt lag. Það styttist í ÁTV-hjöpahjöpi. Þú ætlaðir að fara í ríkir eða bráðum og sjá hvað fólk er að veslinn fyrir helgina. Algjörlega. En það er hins vegar komið að viðtali. Já. Við ringdum fyrir í dag hérna í rithöfund sem að kalla sig Roche Vörek. Ok. Sem að er, okkur tala eins og vitur ekki hvað er að tala. Ok, ég vil segja ok. Og þetta er einhver svora gaur sem að gaf út bókina Bang Iceland. Það er þá komið til Íslands og
Bang Iceland. Já, og haft, kynmög með fullt að liði. Já, ég meina, þú veist, ég var að segja þetta fyrir þættinum, ef allir ferðamenn sem koma inn til landsins ætla að skrifa bók um það, þessi að vera að sofa í öllum konunum hérna, þá væri ekkert mikið fleiri bækur í heiminsinni, sko. Það væri allavega gott bókaflóð fyrir jólinn. Já, ég meina, þetta er svona, manni finnst þetta nú hálf lélegt, sko. Já, þetta er svona lack of respect líka, sko. Þetta er bara svona subbugaur. Ég held að það er besta orðið við svona menn. Já, ég meina, ef hann selur eitthvað þessari bók, þá var hann náttúrulega búin að setja kork í okkur, en náttúrulega Egill Gils þarna, hann var nú helvíti ósáttur við hann. Já, og við allir. Lét hann heyra. Já, og við heyrðum í honum fyrir þetta, því hann er nú staddur í Bandaríkjunum. Mögum ekki bara spila ég tók smá viðtal við hann, skulum heyra það. Yeah, Ross. Yes, hello, is this Ross Burek, the writer of Bang Iceland? Yeah, that's him. Yes, hello, my name is FM 95 Bleu. I'm calling here from a radio station in Iceland. Yeah, all right. And I just wanted to talk to you about the book that you, because I live in Iceland and people have been talking about the book. Yeah, all right. Yeah, well, I was traveling around Europe last summer, and I was, going to Germany, Denmark, all over all over the continent, and I wasn't getting any laid. So, I just went down to Iceland, and and I banged so many chicks there, so I thought, why the heck, why don't I write a book about it? And, that's why, I published Bang Iceland. Okay, so of all the places in Europe, you thought it was best to meet girls in Iceland? Yeah, definitely. Like I said, I was in Germany and Denmark, and I wasn't getting any girls there. So, friends told me about Iceland, and it was really easy. And so I decided to write a book about it, so everybody could just go to Iceland and get laid like I did. Okay, so what was it that helped? I mean, what was your move? Do you play basketball, or what were you saying to the girls? Well, I'm a basketball player and a rapper. Okay, yes, they must. So that helped me out a lot. No diggity, no doubt about that. Okay. So that helped me a lot, and Icelandic girls were just curious what a foreign guy is doing over here. Yeah. And they were always asking me, I had how am, like they say. Yeah, in my country. Yeah, how am Buden? Yeah, the how. Yeah. HM, yeah. HM, yeah. So, I didn't know what the fuck they were talking about, but I always said yes. So that, that got them really curious. Okay, so it helped you with the girls that you have H&M stores where you live? Yeah, a lot. They're crazy about the stores, and I would lie to them like, yeah, you're going to come and visit me, and we're going to go to the shops together and whatever. Yeah. So that helped me bang a lot of chicks. Oh. And I ended up banging like all of Reykjavik, pretty much. Wow, that's impressive for you. Yeah, that's really impressive. And the book is really selling, and I'm getting a lot of publicity. So what places did you go to Iceland? Where did you meet the most beautiful girls, Well, I went to a lot of places. Vegamot. Yeah, Vegamot, yeah. Yeah, I went there. What's it called? Oyster, yeah? Yeah. Carl Benson. English pub, I went there. Yeah, Spin the Wheel. Yeah. And, I spent BF Sim, B5 or something. Yeah. So that's pretty much the place I went to. And, they were crazy about foreign guys. And, I was living the good life. Okay, so you like Iceland? Yeah, I love Iceland. And, I'm just going to come back there next summer and bang again. Whoa, okay, impressive. Now there's another writer in Iceland. His name is Gilles, Egil Einarsson, and he was saying that there was nothing true about your book. Yeah, well, I heard a little bit about that. Are you guys serious about that Gilles guy? Serious? His face looks like a car crash or something. Okay. Who's this guy? He's a friend of mine on the show. He's Come on, man. You gotta be joking, man. He was saying something like I was lying and something, but he knows better than that. Okay, because I think that Gilles guy is full of shit. That's what I think. You think so? He's a very popular author in Iceland. Yeah, well, what is he writing about? Shit. No, manners. Well, he's talking about manners. Okay. Well, that's his opinion. But my book, Bang Iceland, is going to sell, I think, 10 times more than his. Yeah, okay, but he's very popular.
And he was saying, he has every right to criticize me, but I mean, you got to be joking about this skills guy. You know, like I said, his face looks like a car crash. And have you seen his eyes? His eyes? Have you seen his eyes? Yeah, I've seen them. I thought he was Asian when I first met him. Are you joking, man? So I wasn't impressed at all by this skills guy. I saw a picture of him in the phone book, and he looked like a huge guy with a lot of muscles, but, you know, I guess it was all just, you know, done in a computer or something. Yeah, that's a scandal we don't want to talk about here on our show, because he's a good friend. Well, you know, so, I had a lot of fun in Iceland, and I banged the whole the country, and that's why I'm writing the book, and I'm just hoping that, you know, your listeners are gonna buy it. Okay, thank you for this chat, Ross Vurek, and I hope you're not... No problem, I appreciate it, man. Yeah, take care. I hope you're not lying about the book, because then people in Iceland will be angry. No diggity, no doubt. No diggity, no doubt. Okay, thank you, brother. Thank you, man. Okay, bye-bye. Já, þetta Subbu PC sem við ætlum ekki að tala meira við. Þetta var rithöfundurinn Ross Vurek. Það styttist í ÁTFR. Hjöppa, hann að fara að tjekka hvað liðið ætlar að drekka helgina. En fyrst skulum við fá, uppáhaldslægið mitt á stöðunni þessa dagana. Nei, ég hafði ekki tíma fyrir skoðun. Ég fór í golf í hádeginu, týndi kúlinu og trúiði ekki hvað ég var lengi að leita. Ekki koma með afsakanir. Komdu bara með bílinn í skoðun og þú getur unnið 200 lítra af eldsneyti. Við drögum 2 í mánuði. Aðalskoðun. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Epli kennir, epli skemmtir, epli flýtir sér, epli sýnir, epli hraðar, epli gleður. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Hamborgaraból og Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgaraból og Tómasar. Dansvænasta plata ársins komin út. Mesopotamia með sykur. Komin í allar helstu plötubúðir. Föstudagsfjör á Skautasveitinni Egilshöll á föstudaginn frá 18 til 22. DJ Hannarún og Kristmundur Axel. Aðgangseyri 700 krónur og skautar innifaldir. Skautasveitlið Egilshöll. Kaffe Simpson í kvöld. Óli Bubba og Eyþór Ingi úr bandinu hans. Nei, bíddu, þetta ekki rétt. Í kvöld það Eyþór Ingi úr bandinu hans Bubba og Óli Bassafantur. Kaffe Simpson. Eldsmiðjan. Taktu með að borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Opinn dagur í Listaháskóla Íslands, Laugarnesvegi 91, laugardag milli 11 og 16. Allir velkomnir. Listaháskóla Íslands. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Við erum 20 ára og bjóðum 20 ára afmælisverð á völdum vörum í verstunum 10.11 þann 10.11. Afmæli hefst klukkan 7, 10.11 og býð 20 ár. Reebok Fitness líkamsræktarstöð opnar í Holtagörðum á morgun. Opið hús með 100 hjóla spinningtíma, ráðgjöf engaþjálfara, DJ tækjasal og alls konar uppákomum. Reebok Fitness, Holtagörðum. Í dag á hopekaup.is. Stúdíómyndataka, 25 jólakort, 2 stórar myndir með kartóni og 10 myndir í netupplaust á aðeins 8.900 í stað 28.000. Hopekaup í krafti fjöldans. Samfilm kynnir. Frá leikstjórunum Michael Bay kemur ein flottasta mynd ársins. Transformers 3, Dark of the Moon. Komin á DVD og Blu-ray. Fyrri myndirnar einnig fáanlegar. NASA fagnar 10 ára afmæli laugardaginn 12. nóvember. Að því tilefni verða afmælistónleikar í samstarfi Finnlandia. Framkoma FM Belfast, Gus, Páll Óskar, DJ Margeir og Danny Deluxe. Nánar á nasa.is. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Sexy and I know it, segir hann og já, þið að hlusta á FM 95 Blöð á þessum 5. degi og já, með mér alla 5. daga Hjörvar Hafliðarsson og hann nú farin úr stúdíónu og við erum að fara í dagskrálið sem heitir ÁTVR. Hjöbbi, ertu þarna? Já, takk, blessaður. Blessaður, ertu komin í ríkið? Já, ég stætti hérna fyrir ríkið í Skeifunni og maður finnur það alveg að stemningi fyrir helginni að aukast. Það greinilegt að önnur helgin í nóvember að detta inn. Ok, mikið af fólki? Það hrikalega mikið af fólki og ég hérna glaðbeittur maður að rösta út með svona, já, rútu af Túle og það með bros á vör. Rútu af Túle? Það léttið, menn valsa hérna inn og það svolítið gaman, menn verður að vesla svolítið sterkt til að tefla svolítið djart. Ok, meira verið að vesla sterkt heldur en bjórinn núna? Já, ég myndi segja það þungt yfir fólki, það mikið myrkur og það greinlegt. Ég sá hérna eldri konu hérna og hún var að bera saman einhverja 3 vodka-tegundir og hún tók bara það sem var sterkast. Já, hún fór bara í bláan vodka. Er það jólabjörinn? Ekki alveg, Nei, það ekki allir að kaupa jólabjörinn en maður svona aðeins að tjekka á stemningunni. Já, ertu komin inn eða? Ég núna hérna fyrir utan, ég komin hérna inn núna. Ok, farðu svona að liðinu og spurðu hvað á að taka á helgina? Já, engin jólabjörn. Hann hérna sem mætti bara hérna strax á þriðjudegi í jólabjörn. En fólk eitthvað í léttvinninu eða? Já, ég búinn að sjá rosalega lítið. Það svoleiðis aumingjadrykkja að minnka rosalega mikið. Menn að fara í harðarefni núna þess helgina. Það pirringur í mannskapnum og menn ætla að fara í þetta svona sterkara. Það ekki jólabjörn? Nei, fólk að labba bara fram hjá. Enginn með jólabjörn? Nei, það verðist ekki vera að vera. Fólk verðist alltaf að tefla á sterka vinni núna. Já, það líka, en sérðu hérna... Herðu, hér ég konum með toppmann, hérna maður sem að drekka Hollandia. Hollandia? Það séður á að vesla Hollandia inn fyrir helgina. Það bara Hollandia. Voðalandi fengt. Já, þeir náttúrulega menn kannski ekki tilbúin að ræða það hvað að fara að fá sér viðstöra. Nei, þetta kannski ekki vinsælasti staðurinn til þess að fá fólki spjall í ríkinu. Það verður að viðurkennast. Það verður að viðurkennast. Mér finnst full flottalegt þegar ég kem með eitthvað góð álitlega spurningar aðeins, sko. Það náttúrulega kannski sumir að laumast. Já, bara stemningin hérna bara þannig að það verðast allir vera að fara í sterkt. Þeir sem að fara í bjórin, þeir að fara í hennan 5,6% bjór líka. Já, finnst þið, eru menn glaðir þarna eða? Nei, ég að sjá hérna mikið af flottum fyllubittum, en það ekki mikið gleði. Nei. Þetta þungur 50 dagar, það rigning og það dimmt. Já. Og það ekkert, þú þekkir það nú sem góður drykkjumaður að þetta ekki alveg okkar tími. Nei, en segðu mér, horfðu nú aðeins yfir ríkið. Já. Gæturðu spottað einhverja gardínu byttu þarna? Já, þetta allt klættið fólk, en jú, ég til dæmis eitthvað sem að fá sér rútu af Túle og brennivín. Já, það Þú veist, ég held að það væri enginn að vesla brennivín, en það verðist vera hérna, ég hérna með starfsmannina. Hvað þér, allir í jólabjörnum núna eða? Hann ekki komið, hvernig kemur hann? Og hann kemur ekki fyrir á þriðjudaginn. Kemur ekki fyrir á þriðjudaginn, ok. Ok, ég held allir vera að vesla jólabjörnum núna. Það bara börunum og fríöfni, þarna heyrðu það. Já, en hann mikið varfið að fólk sé að vesla brennivín svona því að byrja að dimma? Hvað, fólk eitthvað að drekka sterkara núna þegar það svona dimmt og svona eða? Er það bara bjórinn? Það bara misjafnt. Það bara misjafnt. Ok, þá vitum við það. Þannig stemningin núna, þetta svolítið blandast. Já, en svo aldrei að vita nema næsta 50 það verður allt öðru þessi stemningur og sendu því eitthvað annað ríki. Þannig virkar þessi 84 hot. Maður veit aldrei hvernig stemning í gangi og mikið af fólki ekki að kaupa núna. Ég sé hérna manna að kaupa svona kassa á rauðinni. Já. Það kreppa, menn ekki að kaupa dýru flöskurnar, en taka frekar kassa, reyna að ná sér í meiru í sig. Og svona guttsett bellu.
Já, svona belju. Já, það líka mjög sniðugt því að þá getur þú fengið alltaf 1 og 1 glas á þess að vera búin að eyðileggja rauðinni. Já, nákvæmlega, og líka þá getur þú drukkið líka meira. Akkurat. Og það ekki svolítið svona sem mennur að pæla? Jó, það oft hannig. Fólk vill meira. En ég finn ekki það sem ég ætlaði að finna hérna, þannig að ég var að reyna að finna einhverju leið til að labba aftur hérna fram hjá húsinu. Já. Ok, Þetta er hérna orðið fínt, en ég tek eftir því þegar ég labba hérna út, þá er S.A.A. með söfnunar hérna. Já. Þannig að þú getur svona aðeins fríðað saminskuna hérna með hún búin að vesla hérna kannski 2 sterkar flöskur og styrtið í leiðinni. Það er mjög sniðugt. Styrtu þá? Já, ég var að henda hérna inn einhverjum 5.000 skalli, 1 blár. 1 blár. Við skulum fá We Found Love neri í Hönnu og svo fáum við umferð að hjöpa eftir. Ég var að spá, viltu ekki bara dempa þess og beint í umferðina? Já, á ekki að koma aðeins inn. Jó, gott aðeins inn. Við sendum í umferðina svona 1/2. Séð smá. Rihanna með lagi We Found Love in a Hopeless Place. Ég var nú einhvers staðar lagi heitum við bara We Found Love. Ég var að lesa einhvers staðar að menn halda að hún sé ólétt og þessna hún þurfti að fresta þessum tónleikum. Hún sást víst ekki drekka brennivín í einhverja 2-3 daga, þá grunna allir að hún sé ólétt. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað að marka það. En Hjörvar er á leiðinni einn aftur í stúdíóið eftir ÁTVR Hjöpan, en ég var að spá að gefa hérna 2 bíómiða, 4 bíómiða, einhverju 2 hefnir hlustundur, þannig að nú erum að gera að hringja í 511-0957 því að það er FM 957 forsinning á kvikmyndinni Tower Heist í Laugarásbíói í kvöld og þetta er mynd með Ben Stiller og Eddie Murphy og hún byrjar 10:10 og við skulum bara aðtóa hvað sé ekki einhverju hlustendur einna, maður sé já. FM 95 blöð. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Langar þig í bíó? Já, takk. Ekki, hvað heitir kappinn? Albert Garðar. Albert Garðar. Hvað er gallinn gamall? 15 ára. 15 ára? Já, hún er ekkert bönnuð þannig, það sleppur. En áttu reyndar 15 ára, þú ert ekki þannig að sofa eittleitið eða? Nei. Það sem að mamma veit ekki, það sakar ekki. Herru, en þú þarft að sækja hann hérna upp á 365 fyrir klukkan 6 í dag, því þetta eru bara síðustu niðarnir. Hérna útar megin, hérna niðri hjá útarpinu. Ok. Ok, nörd, takk fyrir að ringja. Herru, þá gefum við 1 með þetta viðbót FM 95 blöð. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú meistari? Herru, Sveinn Andri. Sveinn Andri, lögfræðingur? Lögfræðinemi. Hvað segirðu? Lögfræðinemi. Lögfræðinemi með nafni Sveinn Andri. Það verður ekkert mikið hérna harðara, sko. Ertu að póka stelpur á Facebook? Aldrei. Aldrei, ok. Þú ert ekkert í því? Æ, stundum. Hvað ertu gamall? Herru, 22. 22 ára og byrðið í bænum, ekki? Jú. Hefur verið að stríða þar á nafninu? Það kemur fyrir. Já, líka því þú ert, sko, að læra lögfræði. Ég veit að þetta er eiginlega engar óöfilegt, sko. Já. Það er svona eins og myndir heita Steingrímur Njálsson og þetta er nei, við skulum ekki, en þetta er skrítið nafn. Já, þetta er alvöru. Fyrir lögfræðing, en hérna, Sveinn Andri, þú ert á leiðinni í bíó. Það eru frábært. Ertu á föstu? Nei. Nei, ok, þú gæti þá reynt að heilla einhverja unga stúlku þarna sem er með þér í skólanum til að fara með þér í bíó. Já, ég þarf að fara ákveða þá fyrir 10. Já, það er 10:10 og þú ert að vera komin hingað niður eftir fyrir klukkan 6 í dag. Herru, snill. Herru, til að mikið með þetta, Galli. Takk. Ok, bye. Bye. Herru, já, skemmtilegt Sveinn Andri, en hann er að læra lögfræði en er ekki lögfræðingur. Skemmtilegt nafn. Þetta er eins og hérna, við séum snillingar. Skemmtilegt nafn. Við skulum fá næsta lag, svo er Hjöppi komin inn í stúdíóið og það styttist í, skal líka segja, umferðar Hjöppa. FM 957 kynnir gammamyndina Tower Heist. What you trying to steal? $20 million. Bráðskemmtileg mynd í anda Ocean's 11 frá leikstjóra Rush Hour myndana, þar sem Ben Stiller og Eddie Murphy fara á kostum. Ski hats. No, ski mask. It's gonna cover your face. FM 957 býður á sérstakka forsýningu 5. daginn 10. nóvember. I don't want you talking to me for the rest of the robbery. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. You know this is a bad idea, right? Tower Heist. Frumsýnd 11. nóvember í Laugarásbíói, Smárabíói, Sambíónum Álfabakka og Borgarbíói Akureyri. Verslaðu jólagjafirnar í Bandaríkjunum í gegnum ShopUSA. ShopUSA.is. Tilbúð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Jólaborgarinn er kominn á hamborgarafabrikuna. Hann heitir Rudolf. Það er við hæfi því þessi hreindýraborgari er af héraði.
Blandaður aprikósum og gráðaosti með sultuðu kanil, rauðkáli og eplasalati til hliðar. Rudolf einstakur og fæst eingöngu fram að jólum. Hamborgarafabrikan. Hó, hó, hó. Forever 21 á outfit.is. Föstudagsfjör á skautasvellinu Egilshöll á föstudaginn frá 18 til 22. DJ Hannarún og Kristmundur Axel. Aðgangseyri 700 krónur og skautar innifaldir. Skautasvellið Egilshöll. Langar þig í bananasplitt? Ísbúðin, Hálendisbraut. Ódýrt fyrir fjölskylduna í Krónunni. Kea hangikjöt sagað í bita með 30% afslætti á aðeins 1.099 krónur kílóið. Blanda nauta og grísahakk á aðeins 998 krónur kílóið. 5 lítrar af krónuís á aðeins 998 krónur. Og Quickberry súkkulaðikaka á aðeins 199 krónur. Krónan fyrst og fremst ódýr. Túborg kynnir. Það kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Saktmóðugur leikur fyrir dansi og drykki og það að sjálfsögðu DJ í búrinu. Jóra 450, skot á 450, það að sjálfsögðu frítt inn. Túborg og Bar 11 fyrir fólki í landinu. Miðnætur opnun. Verslanir Smáralindar eru opnar til miðnættis í kvöld. Hafðu það notalegt og byrjaðu jólaundirbúninginn. Frábær tilboð og skemmtun aðeins þennan eina dag. Sjáumst, Smáralind. 1 SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Vorum að taka upp nýju glosslínuna í Six. Veski, töskur, hanskar og skart. Æðislegi fylgihlutir á flottu verði. Six Kringlunni og Six Smáralind. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. FM 95 Blö með ykkur á þessum 50 degi. 50 dagurinn er 9 föstudagunni segjar og það eru örugglega hellingur að vera í kvöld, ég bara veit ekki hvað. Jú, þú ert nú með pubquiz, Hjöpi? Já, ég er á gólurinn í kvöld frá 9. Já, fyrir þá sem hafa ákvað á knattspyrnu, þetta er ekki allt íþróttatengt? Bara fótbolti. Fótbolti. En þú vildi meina að fólk var bara flóttalegt þarna í ríkinu? Já, það er átíð að ferja Hjöpi, ég held við þurfum að skippa honum því að fólk þegar lappar hann inn þá er það bara í sinni gráu, dökkbláu úlpu og er hálfpartinn í felum, Það er allir pirraðar hann inni, Ég vil ekki skipa honum strax samt, Ég held að þetta kannski ekki gefa... Hann var í fít, síðasta dag fyrir Vestlunarhelgi. Þá er fólk í einhverju gír, En ég hef aldrei hitt jafn mikið að pirruðu liðið þarna eins og í ríkinu hann, Og þú og FM Hjöpi bara í símanum og... Já, þetta var menn er allan ekkert vola málglæðir þegar mæta þannig ríkið, Nei, það er kannski ekkert skrítið heldur. En ég sá samt eitt glerharðan hana, svona 17-18 ára gutta með fölsu skilríki. Og röltið henni gegn. Glerharður. Ætli sé markaðvirði þig á Íslandi, fölsu skilríki. Það er mjög vinsælt í Bandaríkjunum. Það er ekki erfitt að fölsu skilríki. Þetta er svo erfitt eftir að gömlu nafnspjöldin hættu. Já, það var mjög lett að feika það. Þá bastu bara opnaðu og sett svona andlitið á þér hann í staðinn og þá bara... Já, en það voru allir með fín skilríki þá. Já. En ég var að lesa hérna á netinu, Hjörvar, nú ert þú svona, þú veist, you're a lover, not a fighter. Það er verið að tala Ég er fighter and lover. Ok, fyrir ekki að það er að tala sem sagt hvað gerir fólk hamingjusamt í lífinu og við skulum nú að ræða hérna hamingju. Fyrst vorum við að tala að fólk var ekkert allt og hamingjusamt í ríkinu og 12,9% af þeim sem svöruðu og það var svona stærsta prosentan sögðu making love eða njóta ásta gerir þau hamingjusam. 6,5% sögðu að hreyfa sig eða stunda íþróttir. 6,5% sögðu líka að bíó eða tónleikar og svo sögðu 5,6% að lesa. Það er það sem að myndi gera fólk hamingjusamt. Já, bara leggja í og reynda mamma, það gerir mömmu hamingjusama, hún elskar að... Er hún ekki líka á lausu? Jú, hvað, getur ekki fólk á lausu lesið það? Jú, ég bara alltaf velta þessu fyrir mér. Já, hún bara lesa hún fyrir að sofa svona. Ok. En hvað gerir þið hamingjusama, Hjörvar? Ef þú verður ekki útvarpið núna og verður að spyrja mig bara svona dagstæðlega um þetta, hún er að kýla þig, Þetta er einhver umulega spurning sem ég fengið, Ég veit ekkert hvað gerir mig hamingjusama. Veistu það ekki? Nei. Er það ekki bara íþróttir og bara ferðast og öðrum með skemmtilegu fólki? Ætli það sé ekki tilfinningin að vera á Reykjanesbrautinni að keyra í átt á flugvellinum. Já, á leiðin til útlanda. Já, þá er eitt stærsta bros sem þú finnur á mér bara í heiminum. Þú ert að kveðja hann að klaka. Vitandi að maður er á leiðin í einhvern bjór og eitthvað svona gott, Já. Ekki minn eina legglífar að takka í ferðartöskunni, bara eitthvað svona... Þú ert bara að fara í til. Já. Ég vildi að svo tilfinning kemur bara alla föstudaga. Maður væri bara á leiðin hann upp yfir.
Þetta alltaf bljúft. Ég veit að ég hugsa þessi sammálaður þarna. Það að vera á leiðinu upp á Keflavíkur flugvöll, að vera að fara eitthvað. Ég hugsa það sé svona besta tilfinningin. Það að vera á Atlantic-barnum, sitja þarna. En spáði það, mér er svo bótið núna, nú er klukkan 5:30 á 50. Það fullt af fólki sem situr núna á Atlantic-barnum og er á leiðinu út. Leiðin til Bandaríkjanna nú? Já, 5 flugi. Ég myndi segja að það var svona sem að toppar að, þú veist. Það væri full ógeðslegt ef ég myndi segja að njóta ásta, sko. Þú veist, ég myndi bara æla sjálfur, sko. Finnst þið það gaman? Já, það er fínt sko, en ég ætla ekki að, það er ekki svarið allavega. Það er ekki á topnum hjá þér. Þú veist, ekki má vel vera, en þetta er náttúrulega bara upplýsta svar. Ég veit það. Hvað er það skemmtilega sem þú gerir? Njóta ásta. Já, ok. Ok. Já. En ég reyndar, sko, ég á líka svar sem að ég veit að þú ælir, þú og Egill eru svo svalir, það má aldrei segja neitt í kringum ykkur. Mér finnst ríkilega gaman að spila með fjölskyldinni. Þú ert alltaf með þetta family-dæmið, sko. Já, hvernig er þetta að rakka mann niður fyrir að vilja hanga með fjölskyldinu sinni? Þetta er svona, þú er svona full mikið af hennu góða, sko. Endar út að skipulega eitthvað spilakvöld með fjölskyldinu, sko. Ég hef aldrei vitað af neitt svona viðlíka, sko. Það er bara stemming. Þú veist, fólk spilar jólin, en þú ert líka í mars og sko júli. Já, það er líka, við sitjum ekkert bara og spúist að vera að fá, borða góða mat og fá sér bjóð. En er þetta enn eina afsökunin fyrir þig til að fá þér áfengi? Nei, alls ekki. Er það bara, þú veist, já, ég var að finna einhverju leið til að drekka, heyrðu við ekki að spila hérna, eitthvað gott spil? Nei, alls ekki. Eins og Fiasko eða eitthvað. Já, við ætlum að gefa mitt Fiasko eftir. Ég var að spá, ef við ekki að henda þér í umferðinu og gefa svo Fiasko. Já, hendum mér í umferðinu og svo förum við í Fiasko, en þvílíkt spil. Já. Förum við þetta áttir. Þvílíkt spil, en við ætlum að fá umferðarhjöpa eftir smástund. Það voru að hella sér út. If I should tumble, if I should fall, would anyone hear me screaming behind these castle walls? There's no one here at all, behind these castle walls. Observing me. Já, þeir að hlusta F95 blöð 5. daginn 10. november fyrir ykkur sem var að spáði hvaða dagur er í dag og það er komið að dagskráliðinum umferðarhjöpi. Hjörp, ertu þarna? Já, ég er hérna á Miklabrautinni. Ok, hvernig er umferðin? Já, hún er svona að dyngjast. Og ég ætla að beða fólk bara í guðana bænum að fara varlega. Já. Og í guðana bænum, ef þið ætlið upp Njálsgötuna og þá vil ég beða ykkur að nota þá Njarðargötuna því að Skólavörðustígurinn er lokaður. Skólavörðustígurinn er lokaður? Já, það er verið að malbika þar núna, þannig að í guðana bænum notum við þá Njarðargötu eða þið ætlið Njálsgötu. Ok, og er hún að harðna umferðin? Já, hún er að harðna svolítið og er að þéttast töluvert og ég verði eiginlega að minna ökumenn á það að Hringbraut er lokuð við Sundabraut því að það eru hérna frí klamydíutest á Landspítalanum þannig að það er mikil örtröð þar þannig að fyrir þá sem ætla að keyra þarna framhjá þá myndi ég helst reyna að nota stakka hlýðina og fara þar í gegn. Ok, með hverju umferðarhjöpi, með hverju mælur ef að fólk eru að leiðinu upp í Grafarvog? Hvaða leið? Já, ég held að það sé langt best á að taka Gullinbrúna. Taka Gullinbrúna? Já, fara þá allavega bara austan við Gullinbrúna. Fara upp og í áttað á Árbæ. Já, taka þá leið. Já, taka þá leið mun frekar. Ég held að það sé svona vissara. Nú fyrir farþega sem er að farast á Nýbúlaveginum. Þá endilega ekki nota Digranesveginn. Það hefur verið að gera við hann akkurat núna þannig að það er betra fyrir ykkur að nota Digranesveginn. En hvernig eru bílar þarna fyrir fram að þig? Já, það eru bílar hérna akkurat núna og ég var að vita ótrúlega dæmi hérna á hann. Það var maður að spila Angry Birds í símanum meðan hann var að keyra. Já, ég skil þig. Ég er þetta við gattamót og ég ætla í guðana bænum ekki verið að spila Angry Birds á meðan þeir að keyra. En er fólk glaðlynt? Já, það er mun léttara yfir fólki hérna í umferðinni heldur en á einnustanum og já, það er mjög létt yfir fólki og það verðist ekki vera neitt svona megavesen, það er rosalega tung umferðin. Já. En ég minni fólk á það, ef fólk ætlar að fara hérna Hverfisgötuna, þá endilega notið frekar Grettisgötuna. Í guðanabænum ekki verið að reyna að nota Skólavörðustíginn. Já. Þetta eru góðir punktar hér umferðarhjöpi. Er einhver þarna, geturðu bankað á gluggan hjá einhverjum? Það er ekki núna, það er alltaf fullri ferð sko, það er strætó, leið 1 er að fara hérna fram með hlemmur.
Já, ok. Þannig að það er alltaf á flegi ferð, sko. Já, þú Þannig að það er eiginlega ekkert, sko, heyrir í umferðarþungarum. Já, mikið rosalega, þetta eru læti. Já, sko, það er nefnilega hörku stemming hérna út í umferðinu. Getur þú hlaupað eftir einhverju bílnum og beðið hann að fara að valega? Já, maður sjá, ég er bara að hlaupa þetta. Maður sjá. Það er nefnilega allir sko að keyra núna sko. Já. Þannig að ég... Hlauptu eftir einu bílnum sem er keyrandi? Já. Banka á rúðunum og sjá hann að fara að valega? Sko, ég er að mér í Mikluvöld, það er allir inn á 90 sko. Ég get eiginlega ekkert að hlaupa neitt ekki hérna. Þannig að núna keyra þið bara hérna á 200. En svo heyrir kannski hérna á hljóðinu frá mig, en það er alveg að þetta er rautt ljós. Já, hingrum aðeins, náðu rauða ljósinu. Já, ég mætti þetta, ég er hérna við hlýðan á það. Ég vil minna á það að út af þessari, það er sem sagt bústaðavegurinn er lokaður. Þannig í Guðanabænum takið þá frekar Kringlumýrarbraut eða Nýbýlaveginn. Já, takið Nýbýlaveginn en fyrst að bústaðavegurinn er lokaður, það er reynda mjög góð ráð. Já, þannig að, og í Guðanabænum er allir inn í Garðabæinn. Hérna, notið þá ekki Garðabraut heldur Hrísmóana. Notið Hrísmóa, það fari. Bara vanlega. Það er eini, það kemur bara áfram. Ég er hérna með hérna. Ertu að náða ykkur? Já, þú veist, þetta er alltaf fólk á svo lélugum bílum. Er fólk komið á vetradekk? Hérna, fólki brá ekki smá. Nei, bara vanlega. Þetta var mjög vandrarlegt. Það var kona hérna sem keyrði út af til að aðtók hvort mér vanti eitthvað að hjálpa því. Já. Ertu þarna fyrir þetta? Það séu, ég er hérna, já. Það var svona kona sem keyrði hérna út af upp á kant til að teka á því hvort ég þyrfti einhver aðstoð því ég var hlaupandi hérna eftir bílum. Já, ok. Svona er umferðin í dag, þetta er hjálpsamt fólk. Já, en hérna, þetta er svona statusin hérna núna. Ok, við þökkum fyrir þetta, þannig að bara óendilega fólk fara varlega umferðinni. Já, og muna það búst að vera lokaður sem vestamegin við Sundabraut. Ok, glæsilegt, takk fyrir þetta, kallið minn. Ok. Séð smá. Loksins er komið út alíslenska orðskýringa og látbragðsspilið Fiasko sem fær fólk til að tjá sig. FM 957 og Fiasko bræða á leik með hlustendum alla vikuna og dæla út þessu stórskemmtilega spili. Hvernig myndir þú lýsa Sódóma Reykjavík? Hvernig myndir þú lýsa Gils í einu orði? Hvernig myndir þú leika Keksvegsmiðuna? Fylgstu með á FM 957 í vikunni og eintaka Fiasko gæti orðið þitt. Hugsa út fyrir kassan og spilaðu Fiasko partíspilið í ár. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Leifum nú útvarpinu aðeins að slaka á og látum nokkra ljúfa gömbutóna líða viðtækið. Það á það svo sannarlega skilið eftir allar þessar fréttir og popmúsík. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Látt ekki slá að þér í vetur. Vorum að fá nýja sendingu af fjölrefin úlpum í mörgum litum, Geysir Skólavörðustíg 16 og Geysir Haukadal. Ný plata frá Pollapunk komin út. Aðeins meira Pollapunk er plata sem bæði börn og fullorðnir hafa gaman af. Nælduður í eintak í næstu verslun. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Lifandi tónlist á Gauk á Stöng. Föstudagur, Sigur með rafmagnaða tónleika. Laugadagur, Gísli Pálmi með svakalega rappstund. gaukurástöng.is. Bertóni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Það verður líf og fjör á miðnætturopnun Smáralindar í kvöld. Hafðu það notalegt, byrjaðu jólaundirbúninginn og nýttu þér glæsileg tilboð aðeins þennan eina dag. Pétur og Matti, Leiló, Dikta, danshópurinn Rebel og fleiri frábæri listamenn sjá fjörið. Stemning og stuð til miðnættis. Sjáumst, Smáralind.
Föstudagur fylgir Fréttablaðinu á föstudögum. Bryndís Ólafsdóttir sterkasta kona Íslands. Hún margfaldur meistari og þetta í 5. sinn sem hún hampar titlinum. Lesið föstudag, fylgiritt Fréttablaðsins á morgun. Vorum að taka upp nýju glosslínuna í Six. Veski, töskur, hanskar og skart. Æðislegi fylgihlutir á flottu verði. Six Kringlunni og Six Smáralind. FM 95 Blöð í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredia.is. Já, Florence and the Machine á FM 957 í þættunum FM 95 Blöð. Það verður svona styttast í lokinni á okkur. Við gætum þurft að hugsa umferðarhjálp eitthvað aftur. Það var ekkert að gerast þetta eitthvað? Nei, það var lítið að gerast þetta með lögbröðinni. Það sem var líka leiðilegt við þetta var að ég var að hlaupa þarna á eftir umferðinni. Já. Það var einhver kona að síða með þarna en hún keyrði sérstaklega út af til að tjekka hvort það væri lægi með mig, sko. Já, ok. Þetta var svona hjálpsum. Já, þannig að þetta var afskaplega vandræðilegt. Ég tek eftir bæði hérna á Twitter og á Facebook að það verið að rakka niður Ross Vörek. Já, ég persónulega var ekki ánægður með hann. Nei, enda skíthæll og að gefa út ógeðslega bók og við tökum það náttúrulega sérstaklega. Ég vona bara enginn kaupa þessa bók. Það allavega enginn Íslendingur að fara að kaupa þennan Svora, ég skal lofa þér því. Nei, ég meina, þetta er algjör Svora kall og ég vona að fara á hausinn bara við að gefa út þessu bók. Já, en hann virðist að fengja útgefanda með sér í þetta, það skrítið, sko. Já, sérstætt að þetta nú lítið land þannig að Ísland. Já. Það skulle vera markaður fyrir bók sem fjallar eitthvað svona að sofa í íslensku konum. Já, en þú veist, að markaðsetja þetta fyrir Íslendinga þá eða? Nei, ég held að segja markaðsetja þetta fyrir túrista. Já, ok. Og hvernig eigi að fara að og ég trúi ekki að sé einhver ein leið til að fara að. Nei. Er það? Nei, já, veist. Að þú þekkir þetta? Nei, ég hef ekki hugmynduð það. Það ekki til rétt leið í þessu, held ég. Nei. En það búið að vera sannur heiður að vera þetta með þér hjá þig og já, við sjáumst aftur næsta 5. Á morgun það 2 harðir og það rosalegu þáttur á morgun því að við fáum bæði Fjölni Þorgeirsson í spjall eða Íslenska drauminn og svo verðum við líka með Kevin Smith, leikstjóra sem gert myndir eins og Clerks og hann hefur leikið í Die Hard og mikill snillingur og leikstjóri í Bandaríkjunum, hann kemur hérna til okkur í smá spjall en það já, eins og ég sagði, bara komið að lokum og ég ætla að spila hérna síðasta lagi þættinu með tileinkað miklum snilling. Þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Var ein kona sem að senda okkur skilaboð og var að velta því fyrir sér að því það fullt af gleðigjöfum skráð sem skemmtilegt. Já. Gleði kona, myndi það slepp í gegn? Það hægt að setja sælgæti á borðið og eiga það líka daginn eftir. Já, það getur sikkið á. Það getur mjög rétt. Og sælgæti getur líka alveg runnið út, sko. Fyrir $15.000 hægt að fá 4 daga með henni. Byrju, hvað kostar þetta? $15.000. Nei, ég bara spá ég var ekkert að spá í hvað ég ætti inn á ég ætla að kíkja á heimabankan. Nei, ég var ekki að spá í því. Fæla klinkið í vasanum mínum. Magasín, alla virkamótna á FM 957. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1.090 krónur. Nonnabiti Hafnarstræti og Bæjarlind Kópavogi. Mörg þúsund vörur frá Forever 21 á frábæru verði. Outfit.is. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. 11 tegundir af ís úr vél. Ísbúðin, Háletisbraut. Eldsmiðjan, taktu með að borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Ég get vestlað alla nóttina, bara í Office One. Við erum 20 ára og bjóðum 20 ára afmælisverð á völdum vörum í verstinum 10.11 þann 10.11. Afmæli hefst klukkan 7, 10.11 og býð 20 ár. NASA fagnar 10 ára afmæli laugardaginn 12. nóvember. Að því tilefni verða afmælistónleikar í samstarfi Finnlandia. Framkoma FM Belfast, Gus, Páll Óskar, DJ Margeir og Danny Deluxe. Nánar á nasa.is. Það opið til miðnættis í Smáralind í kvöld. Dúndur tilboð og frábær stemning.
Hafðu það notalegt og byrjaðu jólaundirbúningin. Sjáumst, Smáralind. Tiger Woods í hópi efstu manna á opna ástralska meistaramótinu. Annar keppnisdagur í beinni á Stöð 2 Sport í nótt. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða smelltu inn á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 957. Hún ætti að vera orðin Íslendingu vel kunn, ég held að það hefði verið hvað 99 þegar hún gátt sitt fyrsta lag og var ekki Waiting for Tonight, held að það hefði verið alveg hárétt. Klukkan orðið 6, þökkum 9-5 blöð, kjallaði fyrir daginn, 2 harðir á morgun, tróðfullu þáttur eins og heyrðum hérna rétt fyrir klukkan 6, annars heiti ég Rikki G, við erum saman til klukkan 8 í kvöld og svo er það íslenski listin endurfluttur.